Jæja, Hrefna, þetta okkar fyrsta trúnó, eða ekki? Jú. Vonandi ekki að síðast það. Nei, sammála. Ég ekki reyndar mjög reyndur í trúnó, en oftast það í heitum potti með félagunum, og þetta aðeins nýtt fyrir mér. En þú ert reynsluboltið, ekki? Ég mjög mikla reynslu á trúnó og ég alveg rosalega spennt að fá að fara á trúnó með þér. Því þú ert jú bankastjóri og það liggja svo rosalega völd í peningunum. Þannig að mér langt svo að fá að vita, hvernig sérðu fyrir þér að nýta þessi völd sem liggja í peningunum? Já, það heldur betur góð spurning. Fyrstulega þetta náttúrulega tölvöld mikið að breyta svona. Við erum mikið að tala við fjárfesta og selja skuldabréf og annað slíkt. Og ég finna að fyrir svona 2-3 árum síðan voru mjög mikið að spurningum og fjárfesta rosalega mikið að spyrja okkur bara nákvæmlega hvernig við erum að huga sjálfbærni. En það að breyta svolítið mikið núna. Núna er mjög fáar spurningar hvað okkur við kemur. Og ég held að það sé eiginlega meira út af því að þeir kannski meira fókusa á það sem þeir hafa virkilega áhyggjur af. Íslenskur banki, Ísland tiltölulega sterkt í sjálfbærninni, þannig að þeir eru einhvern veginn meira að setja fókusin annar staðar og bara gera ráð fyrir að sé allt í lagi hjá okkur. Þannig að bara rosa friður heima. Já, liggur við. Og við finnum það hefur smá áhrif á fjármögnunarkostnað okkar að séu græn skuldabréf frekar en hitt. En svo gerum við betur hjá okkur. Þannig að í bílalánum þá erum við með 75 púnta mun ef það er græn bílalán eða ekki. Og þar erum við svolítið að setja fram á. Við trúum bara á það að grænir bílar, rafmagnsbílar sérstaklega, séu alltaf betri fyrir umhverfið og séu líka á minni áhætta fyrir okkur, núna til lengri tíma litið. En eru þið út af að við erum á trúnó að fara að taka ykkur svona stór skref núna bráðum, eitthvað sem við getum trúa okkur fyrir, þannig að við sjáum þetta bara í beinhörðum kjörum eins og til fyrirtækja, varðandi þá sjálfbærni þættina og betri kjör ef að menn eru að standa sig. Og hvernig veist að þeir séu að standa sig? Einmitt. Þetta fyrsta lagi eru betri kjörin í svona þessum vörum eins og grænum bílum, en svo þetta í framhaldinu þetta núna að fara meira inn í það að þegar við metum áhættuna af fyrirtækjum að þá erum við að skoða okkur hvað er bara viðskipta líkan fyrirtækjasins í lagi eða mikil áhætta í því. Þannig að munurinn í kjörum mun meira koma þannig í áhættu matinu á fyrirtækjunum. En svo ætla að hjálpa okkur, þið náttúrulega eru að safna upplýsingum fyrir fyrirtæki. Hvernig gengur það? Heyrðu, það gengur vel og það veitir ekki af því það er náttúrulega búin að vera svolítið mikil svona upplýsingaóreiða og líka kannski verið svona í raun og veru upplýsingagjöf ekki alveg frá réttum stað vegna þess að þetta hefur oft verið bara í höndum markastjóra fyrirtækja og líka bara svona tillitugum, kannski bara einu svona ári meðan þetta er náttúrulega lifandi áhætta sem þú þarft alltaf að vera að skoða og við erum að safna þessum upplýsingum og reyna að gera þetta aðgengilegra og þannig að þetta sé líka tímanlegt og síðan að það sé gert svolítið svona samkvæmt ákveðnum stöðlum þannig að við séum fljóta átt okkur á því hvað þetta þýðir því auðvitað erum við bara að safna þessum upplýsingum til þess að sé hægt að taka góðar ákvarðanir. Algjörlega, við erum að nýta ykkar þjónustu og það var svona, má segja, smá halleluja moment þegar það fór í gang. Við náttúrulega viljum nýta okkar, má segja, resource og mannafla meiri íta og hafa áhrif frekar en vera tímanu bara í að safna gögnum, þannig að það er alveg frábæri þjónusta. Ég er rosalega forvitin að vita annað, að því að vera að tala um bakslag, skynjar þú þetta bakslag sjálfur? Já, ég held að þetta með grænþreytuna, og við erum að tala um þetta svolítið innan í okkur, að sjálfbærnin að breyta svolítið úr spretthlaupi yfir í langhlaup. Og þess vegna erum við að sjá bara að fólk sé tilbúið að breyta sér úr spretthlaupurum yfir í langhlaupara. Það búið að kannski taka allt þetta auðvelda og klára það og nú er þetta meira langtímamál og svo, þetta nú engin halleluja samkoma, það náttúrulega verið að segjast eins og að breytingin vestanhafs að hafa áhrif og síðast þegar Trump var forseti þá hitti ég eitt sem var í ráðleggja fyrirtækjum kaupur og sölur og hann sagði bara, hann mátti ekki tala um sjálfbærni við sína viðskiptavini, það var bara algjör bannorð. En góðu fréttin þessar að þegar ég tala við bæði stjórnendur heima og úti líka, þá finn ég alveg að það mjög mikill áhugi áfram og stjórnendur vilja láta gott þessi leið og halda áfram í vegferðinni. Ég held hún verði ekki eins mikið opinber eins og áður, en stjórnendur muni vinna samt bara mjög stöðugt að þessu áfram. Það verður plan. Heldur betur. Mjög gott. Takk fyrir okkur. Takk.